heiti Björn og þið eruð að verða vitni að einhverju sem gerist bara einu sinni á ári. Við erum hérna með 2 lið í raunveruleika þáttunum. Það er strákaliðið og stelpuliðið. Og svo er það dómarinn, hún Ragnheiður. Í kvöld munum við komast að því loksins hvort er betra að vera, strákur eða stelpa. Jæja, nú skulum við vinda okkur yfir í fyrstu þrautina. Þrautin er einföld og 3 úr hverju liði byrja hérna í bláa kassanum. Þeir verða að labba eins og kóngulær á... Þeir verða að labba eins og kóngulær á höndunum og fótunum. Þeir mega ekki standa upp eða neitt annað. Þeir verða að vera þannig allan tíman og mega ekki stoppa eða fara með rassinn í jörðina. Við skulum núna kíkja á leiðina. Breyta og steinar inn í jörðina. Þeir verða að þurfa að fara hérna yfir snjóin jafnvel. Og kannski inn í moldina eða rekist í hjólið því þau sjá ekki aftur fyrir því. Svo er komið að erfiðasta hlutanum, niður stiga. Stíginn er án efa erfiðasta leiðin í allri leiðinni og ef ekki keppninni. Eftir það er leiðin greið og þeir labba inn í selið og einfaldlega að bláa kassanum. Hér í gegnum selið sjálf. Koma hérna inn í aðalsalið og beint inn í bláa kassan. Jæja, er strákarliðið búið að ákveða hverjir ætla að keppa fyrir ykkar hönd? Þeir sem ekki bakka. Jæja, eru þið búin að ákveða hverjir eiga að keppa fyrir ykkar hönd, stelpur? Sorry, ætlarðu að raupa þetta meira? Ertu að svindla á mér? Úr kassanum. Undir kassan. Halló, ég ætla ekki að ræða meira. Þú ert dæmdur keppni, stefn að vinna. Ég ger ekki neitt þannig sko. Ég var að leiða mér að fara sko vennilega niður, fram og svo
stóð ég bara upp til að snúa mig við sko aftur. En ég labbaði ekkert með standandi sko. Og það var bara einhver stelpa sagt að ég hefði staðið upp og sagt henni það. Þannig að sá Ragnar þetta aldrei? Nei, Ragnar sá aldrei neitt. Hún sagði bara að einhver stelpa hefði sagt að ég staðið upp og svo hún bara hefði svindlað. Þú ert ekki sáttur? Nei. Þú veist ekki verið sára eða eitthvað þannig? Ha, já. Eitt hérna. Brennlis. Haldið þið þetta sé auðvelt? Þetta ekki jafn auðvelt og maður myndi halda. Og við munum sjá það í næstu þraut. Þar sem keppendur takast á við hver getur sett upp fleiri spil í píramída. Jæja, má ég kynna stelpunar. Svo það strákanir. Hvað í gangi? Hvað í gangi? Stelpurnar þurfa ekki fleiri. Hörðu, hvað í gangi? Hvað búið? Ok, allir frá borði. Allir frá borði. Frá borði. Frá borði. Þetta var borðið tvær. Nei, þið mistu það. Skiptir máli að það. Uss. Ok. Ég vissi að það var sparkað í borðið sko. Það var viss. Það skiptir ekki máli. Tíminn er búinn. Kandidatmenn standa þig. Bæði hljóta 3 stig. Bæði lið. Hvort lið má velja 1 til þess að taka hérna one-on-one. Keppnin alveg svoleiðis æsispennandi að þeir eru búin að taka hérna eitt hérna deathmatch. One-on-one, svo sem vinnur, það allt. 1, 2, 2, byrja! There you have. En jæja, stigin 2-0 fyrir stelpunum og þetta alveg æsispennandi. En nú skulum við fara yfir í næstu þrautina. Jæja, í næstu keppni það að fara í pingpong og það ekkert venjulegt pingpong. Þið fáið að sjá. Jæja, strákar, eru þið búinir að velja?
Já, en stelpur, eru þið búin að velja? Skur, ok. Það skjaldarmerkið sem kemur ekki. 3 og byrja! Lítið uppgjöld af jafnjúkjöld. Það er að segja þér öll, hvað heitir það var bara hægt. Hún gerði tvísvar þetta. Tvísvar? Það er einn eftir! Við erum ekki búið. Þú ert að spila mótið en öllum. Stelpun að missa eina. Já, hann á byrju. Erum við byrjar? Jæja, nú skulum við vinda okkur yfir í úrslitin. Við skulum fara ekki til Ragnhildar dómara sem ætlar að segja okkur hver úrslitin er. Já, það er að sjálfsögðu bókamál hvort kynið er betra að vera. Það er að sjálfsögðu